að austan, þar á meðal bókafélagið Mál og menning. Almenna bókafélagið varð gjaldþrota 1996. Árið 2000 sameinuðust Mál og menning og Vaka Helgafell í bókafélaginu Eddu. Guðjón Friðriksson gaf út ævisögur tveggja svipmestu einstaklinga aldarinnar, Jónasar Jónssonar frá Hriflu og Einars Benediktssonar. Þór Whitehead skrifaði Ísland í seinni heimsstyrjöld. Fólk flykktist á námskeið Jóns Böðvarssonar Njálu og í ferðir hans á Njáluslóðir. Það held ég að svona dragi fólk að tala þetta eins og bara kunningja sína eða svona, já, vini, en ég tek þetta aldrei sem fornsögur. Flokksblöðin dóu. En vikublaðið Séð og heyrt, sem hóf göngu 1996, rann út. Sjónvarpið flutti af Laugavegi í útvarpshúsið í Efstaleiti árið 2000. Stöð 3, sem stofnuð var 1995, lifði aðeins í tæp 2 ár. Þá sameinaðist hún Stöð 2. Til varð öflugt fjölmiðlafyrirtæki, Norðurljós, að mestu í eigu Jóns Ólafssonar. Ég held að það verða að segjast eins og að ég hef ekki farið í nein viðskipti allt mitt líf án þess að hafa það að aðalleiðarljósi að hagnast á því. Skjár 1 hóf útsendingar 1999. Þar skipaði innlent efni veglegan sess. Það líka munur á erotík og klámi. Það nú voðalega erfitt að setja puttan á það. Það ekkert erfitt. Að hver einstaklingur dregur það strik. Ég að tala misnotkun á ofbeldi og misbeitingu valds. Við greinilega drögum strikið þarna sitt hvorum megin. Það nú eina skilgreining, erotík leiðilega, kláma skemmtilegt. Það nú ein skilgreining þekkt. Já, mín skilgreining reyndar svo að erotík eitthvað sem þú myndir horfa á með konunni, en klám viltu helst horfa á einn. Menn tóku að minnstakosti ekki konur sínar með á súlustaðina sem spruttu upp í Reykjavík. Seinna, því ég stýðir hinsta dag. Páll Óskar Hjálmtýsson vakti athygli í Eurovision-keppni 1997 þótt ekki fengi hann mörg atkvæði. Óhefðbundnum trúarhreyfingum óx ásmegin. Hvað sækir fólk til ykkar? Það sækir til okkar þessa fersku tjáningu trúarinnar. Það sækir til okkar það að við trúum orði Guðs. Í Alþýðuflokknum var stirt á milli Jóns Baldvins Hannibalssonar og varaformannsins Jóhönnu Sigurðardóttur. Jóhanna bauð sig fram gegn Jóni Baldvin á flokksþingi 1994. Þar sem Jón Baldvin hefur fengið 60% atkvæða telst að réttkjörinn formaður Alþýðuflokksins Jafnaðarmannaflokks Íslands. Því í sigri geta rætur ósigur leynst, en í ósigri rætur velgengni. Minn tími mun koma. Jóhanna gekk úr Alþýðuflokknum 1994 og stofnaði stjórnmálaflokkin Þjóðvaka. Guðmundur Árni Stefánsson, heilbrigðisráðherra, sagði af sér 1994 eftir að hafa verið harðlega gagnrýndur fyrir ýmsar yfirsjónir. Fríða Á. Sigurðardóttir hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1992. Á dauða mínum átti ég von, en ekki þeim viðbröðum sem þessi bók hefur fengið. Einar Már Guðmundsson hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1995. Friðrik Þór Friðriksson gerði kvikmynd eftir skáldsögu Einars, Englum alheimsins.
Þetta gildir ekki sem ávísun. Við erum allir vistmenn á Kleppi. Friðrik Þór gerði líka Djöflaeyjuna eftir skáldsögu Einars Kárasonar, en þar lék Baltasar Kormákur eitt aðalhlutverkið. Amma, allir frændur að koma! Jæja, hann var komin á þess að Djöflaeyju. Þetta getur komið fyrir á Föstubæjum, að maður slýsist inn í einhvern fjölskyldunni. Baltasar gerði 101 Reykjavík eftir skáldsögu Hallgríms Helgasonar, en þar lék Hilmir Snær Guðnason aðalhlutverki. Og þú ekki fundið neitt að gera? Nei. Eða jú. Nú? Ég gerði það með kærustunni hennar mömmu. Ha? Ég svaf hjá kærustunni hennar mömmu á Gamlaskvöld. Mamma var fyrir norðan sko, og Hvammstanga. En þetta var slís, það gerist ekki aftur. Ekkert framtíðarstarf þannig. Á sumrin flykktist fólk á söngleiki. Rúnar Freyr Gíslason og Selma Björnsdóttir léku aðalhlutverk í Grís í Borgarleikhúsinu sumarið 1998. Selma varð í öðru sæti í Eurovision-keppninni í Ísrael 1999. Og rópuð af fögnuði yfir hafa fundið fjárhús. Í lok 20. aldar var Björk Guðmundsdóttir ein kunnasta söngkona heims. Innilegar hamingjóskir. Hún fékk tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs 1997. Björk fékk Gullpálmann í Cannes árið 2000 fyrir leik sinn í myndinni Dancer in the Dark. Very grateful. Thank you very much. And if you complain once more, you return, I'm your queen. And if you complain once more, you return, I'm your queen. Ég bara lukkan að pumpa í raun og veru. Halldór Kiljan Laxness lést 1998. Þegar Íslendingar horfa aftur til 20. aldar munu þeir flestir staldra við nafn hans, ekki vegna þess að hann var nánast samtíða öldinni, heldur vegna þess að hann bar vonir hennar, þrár og drauma og jafnvel margtræðir í sjálfum sér og orðaði þær af fágætri snilld. Rökkum á 110 og sögnum með gleði og samstöð og söng, með gleði og samstöð og söng. Halldór Ásgrímsson varð formaður Framsóknarflokksins 1994. Steingrímur Hermannsson varð seðlabankastjóri. Hann taldi stjórnmálastarf lærdómsríkt. Ég tel að það sé á við mörg háskólapróf, meira að segja á við doktorspróf í hagfræði. Í þingkosningunum 1995 vann Framsóknarflokkurinn góðan sigur. Þjóðvæki fékk 4 þingsæti en kvennalistinn galt afhróð. Davíð Oddsson myndaði stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks en stjórnarstefnan breyttist lítt. Hagvöxtur var samfellt á Íslandi frá 1994 til loka aldarinnar. 1997 var samið stækkun álversins í Straumsvík. Sama ár ákvað bandarískt fyrirtæki að reisa nýtt álver nálægt Grundartanga. Þetta staðfestir bara það
að menn horfa núna orðið á Ísland sem svona vænlegan fjárfestingarkost og það ánægjulegt. Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hafði verið stofnaður 1997 upp úr ýmsum opinberum sjóðum. Hann var seldur í áföngum 1999 og 2000. Hann sameinaðist Íslandsbanka árið 2000 og varð Íslandsbanki FBA stærsti banki landsins. Þannig að í dag var eiginlega svona karnivalstemming á Kirkjusandi og það var svona tónleikahald eins og í Velkom John og menn tróðu upp og settu upp svona hatta og já, byrjuðu að má sjá sett hann upp og höfðu það mjög skemmtilegt. Tugþúsundir Íslendinga keyptu hlutabréf í Landsbankanum og Búnaðarbankanum í árslok 1999. Vegna vaxtafrelsis og margvíslegra lagabreytinga varð auðveldara að leggja fyrir til elliárana. Lífeyrissjóðir voru eldir og fólki leyft að safna lífeyri í séreignasjóðum. Skattbyrði á Íslandi var talsvert léttari en á hinum Norðurlöndunum. Alþjóðleg matsfyrirtæki fóru að setja Ísland í traustasta flokk. Samkvæmt alþjóðlegum mælingum jókst atvinnufrelsi miklu meira en annars staðar í Evrópu. Tekjuskipting var þó jafnari en í flestum aðildarríkjum efnahagssamvinnustofnunarinnar. Hvorki mér né neinum öðrum held ég hafi dottið í hug að frjáls skipan efnahagsmála gæti borið þann ávöxt á jafn skömmum tíma eins og raun hefur orðið á síðustu árum. Kári Stefánsson læknir stofnaði Íslenska erfðagreiningu 1997. Hann útvegaði verulegt fé frá útlendum fjárfestum til að rannsaka arfgengi sjúkdóma. Fyrirtækið varð strax umdeilt, ekki síst þar sem það ætlaði að gera miðlægan gagnagrunn með upplýsingum heilsufar fjölmargra Íslendinga. Ef ég var af ætt sem það sem var arfgengi sjúkdómar sem maður vissi af, þá myndi ég bara verða himinlífandi ef ég gæti stuðlað að því með því að segja takið bara, skoðið öll genin, allt sem þið viljið, ef það væri hægt að líkna fólki og kannski á heimsvísu. Það eitt sjúkdómur sem allra sjúkdóma útbreiddastur á Íslandi og það öfundsýkin. Og ég vona að Kári að finni öfundargenið. Hjónin Þóra Guðmundsdóttir og Arngrímur Jóhannsson ráku flugfélagið Atlanta úr Mosfellsbæ. Arngrímur flaug einu sinni að gamni sínu í gegnum Dyrhólagatið. En flugvélar Atlanta önnuðust leiguflug allan heim, meðal annars í Arabalöndum, en þá var það sérsauma búninga fyrir flugfreyjur. Feðgarnir Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson höfðu stofnað Bónus 1989. Þeir keyptu Hagkaup, stofnuðu verslanir í Færeyjum og Svíþjóð og eignuðust hluti í verslunum í Bretlandi og Bandaríkjunum. Mikið snjóflóð féll á Súðavík 16. janúar 1995. Fjórtán manns fórust. Hafsteinn Númarsson og kona hans mistu 3 börn sín. Ég veit ekki, maður bara tómur. Maður dofinn. Annað snjóflóð fjall á Flateyri 27. október 1995. 20 manns fórust. Við öll, þjóðin öll, munum standa með þessu fólki og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að bæta það sem bætt verður.
Merkilegur eldur gaus upp í Grímsvötnum undan Vatnajökli 1996. Í kjölfarið kom hlaup þegar vatn æddi niður Skeiðarársand. Tveimur árum síðar varð aftur eldgos í Grímsvötnum. Flugleiðir höstluðu sér völl sem ferðaþjónustufyrirtæki. Ég held að það séu fá fyrirtæki í Íslandi sem eru rekin í dag með meiri myndarbrag heldur en þetta fyrirtæki er rekið, og þetta fyrirtæki skiptir alveg feikilegu máli fyrir Ísland, hefur staðsett Ísland með mjög traustum öruggum hætti hér í miðju Atlantshafinu. Útlendir ferðamenn flykktust til Íslands til að skoða náttúruna og skemmta sér. Mick Jagger heimsótti Ísafjörð og hitti þar einlægan aðdáanda, Ólaf Helga Kjartansson sýslumann. Yeah, he's been to a lot of concerts, this gentleman, I can't remember his name. He's been to like 30 concerts, he told me. So it was nice to meet, that was kind of a surprise, you know, it was really good fun. Frægur kvikmyndaleikari settist hér að. Hann var háhyrningurinn Keiko sem leikið hafði í myndinni Free Willy. Hann var settur í kví við Vestmannaeyjar. Í 16. og síðasta sinn ávarpa ég ykkur nú, landa mína, úr þessu sæti og frá þessum stað. Þessi ár í embætti forseta Íslands hafa verið mér dýrmætur tími. Í forsetakjöri 1996 hlaut Ólafur Ragnar Grímsson flest atkvæði en 3 aðrir höfðu boðið sig fram. Forsetafrúin Guðrún Katrín Þorbergsdóttir lést aðeins 2 árum síðar. Eyjólfur hefur mikil stökkkraft og Rúnar með langa sendingu inn og Barthes kemur út og... Íslenska landsliðið í knattspyrnu gerði jafntefli við heimsmeistara Frakka 1998. Til hamingju, og ég get ekki gert annað heldur en að fanna þig bara hérna og kissa þig á íslensku þjóðinni. Elsku drengurinn, þakkaði bara fyrir og sömuleiðis. Svona á að gera þetta. Vala Flossadóttir vann bronsverðlaun í stangarstökki á Ólympíuleikunum í Sydney 2000. Og nú kemur hún, Vala Flossadóttir á fullri ferð og áfram nú Vala. Og fyrir! Vala Flossadóttir verður og hún fyrst í stangarstökkskeppninni! Örn Arnarsson setti Norðurlandamet og varð Evrópumeistari í baksundi. Jón Arnar Magnússon þótti einhver fjölhæfasti íþróttamaður landsins. Jarðgöng Ólafsfjarðarmúla voru tekin í notkun vorið 1991 og undir Breiðadalsheiði og Bossheiði 1996. Ég álít að þetta sé stórt augnablik því að göng undir Hvalfjörð verða mikil samgöngubót. Hvalfjarðargöngin voru opnuð 1997, 8 mánuðum á undan áætlun. Jóhannes Kristjánsson, þú lærðir stjórnmálafræði hjá núverandi forseta lýðveldisins, Ólafur Ragnari Grímssyni. Hvað lærðurðu helst hjá honum? Já, ég get nú sagt það að ég lærði svona að það væri nú kannski best að vera svona fyrst á röngunni og svo á réttunni, tjú tralala. Jóhannes, kemur það ekki stjórnmálamönnum til góða að vera hagyrðingar? Já, þegar við ýmsar vígslur og
opinbera klippingar, þá kemur það sér mjög vel að koma lengra máli í færri orð. R-listinn hélt meiri hluta sínum í Reykjavík í byggðarkosningunum 1998. Það náttúrulega miklu sætari sigur að vinna þegar maður leggur verk sín í dóm kjósenda og uppsker sigur heldur en þegar maður leggur væntingar í dóm þeirra eins og var fyrir 4 árum. Menningarnótt í Reykjavík árið 2000 heppnaðist vel. Hillary Clinton, forsetafrú Bandaríkjanna, kom til Reykjavíkur 1999 á ráðstefnu konur og lýðræði. We need to support one another. We need to stand with one another and particularly to pay attention to those who are truly on the front lines of bringing about peace and change and democracy and often put themselves at risk in doing so. Fæðingarorlof var lengt árið 2000 og feður öðluðust rétt á 3 mánaða orlofi. Í aldarlok bjuggu 75% landsmanna á suðvesturhorninu. Ýmsum hliðum Reykjavíkurlífsins var lýst í kvikmyndum. Axel! Hvar áttu heima? Hvar áttu heima? Dúfna 9:30! Dúfna 9:30! Dúfna 9:30! Já, ég ætla að fá einkanúmerið Tóti. Tóti, það er allt sem til. Já. Það er búið að frátaka það. Frátaka það? Já. Er búið að frátaka Tóti, eða? Já, eða það er sem sagt einhver komið með það á bílunum. Alveg. Hvergi voru farsímar notaðir meira en á Íslandi. Og ný símafyrirtæki hófu keppni við Landsímann. Og ef ég vil hringja úr þessum síma í GSM síman minn, þá stimpla ég númerið og hringi. Bylgjurnar fara núna upp í gerfinhött hérna fyrir ofan, þaðan í gerfinhött fyrir ofan Ítalíu, niður í jarðstöð á Ítalíu, með venjulegri símalínu upp alla Evrópu, með sæstreng frá Þýskalandi til Íslands, þaðan í GSM-mastur sem sendir henni síman minn. Hvað skildi þetta vera? Íslendingar gerðust líka miklir tölvumenn, en notkun netsins er talsvert meiri á Íslandi en í flestum öðrum löndum. Björn Bjarnason, menntamálaráðherra, greiddi nokkrum skólum leið upp á háskólastig, þar á meðal Viðskiptaháskólanum á Bifröst og Háskólanum í Reykjavík. Grunnskólar fluttust frá ríki til sveitarfélaga. Geir H. Haarde, fjármálaráðherra, hélt áfram þeirri stefnu að afgreiða hallalaus fjárlög og greiða niður opinberar skuldir. Og ráðherrann kunni fleira en fjárlögin. Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra, sinnti mörgum erfiðum samningum veiðar Íslendinga utan fiskveiðilögsögunnar og viðskipti við Evrópusambandið. Hann samdi líka við Bandaríkjamenn tilhögun varnarsamstarfsins eftir lok kalda stríðsins. Sendiráðum Íslands erlendis fjölgaði og utanríkisþjónustan greiddi fyrir útflutningi. Víðtæk sátt myndaðist utanríkisstefnuna. Ekki voru þó allir samþykkir henni. Og þessu umslagi er líka hlutur sem ég hefur lengi langað til að losna við. Aha. Þetta er herstöðarsamningurinn. Iceland is proud to be a member of NATO and to work together with the countries which form our unique alliance. Thank you so much. Atlantshafsbandalagið hélt upp á 50 ára afmæli sitt í Washingtonborg vorið 1999. Margrét Frímannsdóttir var kjörin formaður Alþýðubandalagsins 1995.
Formannskjör var í Alþýðuflokknum 1996. Sighvatur Björgvinsson hefur verið kjörinn formaður Alþýðuflokksins. Hinnir 9 formenn beittu sér fyrir sameiginlegu framboði þessara tveggja flokka, Kvennalistans og Þjóðvaka, undir nafninu Samfylking árið 1999. Margrét Frímannsdóttir var talsmaður framboðsins. Ýmsir vinstrimenn vildu ekki taka þátt í þessu samstarfi. Sá kvennalisti sem ég var kjörinn fulltrúi fyrir ekki lengur til. Hæstvirtur forseti, nú á ég mig sjálf. Vinstri hreyfingin Grænt framboð var stofnað 1999 og var Steingrímur J. Sigfússon fyrsti formaður þess. Þessu svokallaða góðæri þeirra hefur verið mjög misskipt og margir hópar sem eiga á brattan að sækja, öryrkjar, aldraðir, atvinnulausir, þeir hafa borið skarðan hluta frá borði og gera það enn. Í þingkosningunum 1999 bætti Sjálfstæðisflokkurinn við sig fylgi en Framsóknarflokkurinn tapaði. Samfylkingin varð næst stærsti flokkurinn en fékk minna fylgi en vænst hafði verið. Vinstri grænir fengu 6 þingsæti og Frjálslyndi flokkurinn 2. Sverrir Hermannsson hafði stofnað þann flokk eftir að hann hafði orðið að taka pokann sinn í Landsbankanum. Ristnukostnaður bankastjórana 3 hafði keyrt úr hófi fram og Sverrir látið bankan kaupa af sér veiðileyfi í Hrútafjarðará. Samfylkingin varð stjórnmálaflokkur árið 2000 og Össur Skarphéðinsson var kjörinn formaður. Það eru gömul sannindi og ný að sé jafnaðarhreyfingin nægilega vel undir það búin að taka við stjórnartaumum, þá stendur ekki á kjósendum að leggja inn í lið. Stjórnarsamstarfið hélt áfram. Davíð Oddsson forsætisráðherra naut mikils trausts en var umdeildur. Andstæðingar hans kváðu hann ráðríkan og óvæginn en stuðningsmenn hans svöruðu að enginn forsætisráðherra hefði minnkað eins mikið eigið vald með flutningi ákvarðana frá ríkinu til einstaklingana. Sett voru ný lög til að tryggja sjálfstæði Seðlabankans, en Birgir Ísleifur Gunnarsson varð aðalbankastjóri hans á eftir Jóhannesi Nordal. Ég var fegin því að þegar ég loksins hætti í bankanum, þá var nú komin á býsna frjáls peningamarkaður og jafnvel tekin upp frjáls gengisskráning. Vinnufriður var betri á 10. áratug en oft áður, en verkföll sjómanna tíð. Betur horfði þorskstofninn en í byrjun áratugarins. Íslenska kvótakerfið vakti athygli erlendis þar sem Íslendingar þóttu ná góðum árangri. Það má líta á kvótakerfið sem aðferð til að úthluta hverju fiskveiðifyrirtæki fyrir sig ákveðnum landskika. Það er að segja ákveðnum fiskveiðiafla rétt eins og bóndi fær landskika. Og þennan landskika eða þennan kvóta reynir fyrirtæki síðan að nýta sér á sem allra bestan hátt, vera ekki með ómikla sókn, ekki eyða ómörgum veiðdögum í það, veiða aflan þegar auðveldast er að veiðan, þegar markaðstæðistar eru bestar, vera ekki með á skip og svo framvegis og allt þetta í sameiningu þýðir síðan það að heildaraflinn verður tekin, hinn leyfilegi heildarafli verður tekin á sem allra hagkvæmastan hátt. Kvótakerfið var þó umdeilt. Svokölluð auðlindanefnd skilaði áliti árið 2000 og lagði til að kvótakerfið stæði áfram en útgerðarmenn greiddu hóflegt gjald fyrir kvótana. Útgerðarmenn kváðust sætta sig við þetta svo að friður gæti orðið kvótakerfið. Allar líkur eru á að eldgos, sé að hefjast í Heklu eftir stundarfjórðung. Tilkynningum þetta var að berast frá almannavörnum.